Benni, til hamingju með sigurinn og til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Takk fyrir það. Eru þið með einhverja drauma viðureign í huga fyrir úrslitakeppnina sem framundan? Nei, ég held að sé ljóst að við mætum Grindavík held ég og Fjölnir Þór. Þannig að og svo bara ætlum við að komast í úrslitin og þannig að það er bara næsta skref. Já. Þið eru ekki að hlaupa á okkur, þið ætlum bara að mæta og taka alla leiki bara með sama hug og þið gerðu í deildinni. Já, maður veist að taka þetta allt í réttri röð og þú veist, deildakeppnin er ekki eins og ennþá búinn, þannig að við höfum eftir Grindavík á þriðjudaginn. Og aðalatriðið í okkur núna bara er að fara að fá einhverja tilbaka meiðslum, sko. Þetta er náttúrulega... Já, þið voru bara með 8 á bekknum, eða 8 spílandi í dag. Eru verða komnar aftur allar til úrslitakeppnina? Einhverjar eru út tímabilið og svo erum við að vona til þess að fá aðrar. Þannig að maður er svona pínu stressaður. Þetta er búið 7 af 15 metra, það er helviti mikið og nokkur brot. Þannig að þetta er búið að vera svolítið þunnt hjá okkur. Við hefum ekki náð 10 æfingu lengi og erum bara að missa lykilmenn í meistarunum. Það að fara að kalla út einhverja gamla hunda eða eitthvað svoleiðis til þess að koma á æfingar eða hvað? Ég veit ekki ennþá en vonandi Ég sá Signý Hermanns í stúkunni, ætli hún komið aftur og hjálpa ykkur aðeins? Já, ég held að hún sé skráð í eitthvað annað félag Hún alltaf var hjá mig 2010. Já. Þannig að, nei, ég held að það þarf að vera einhver sem er skráð í KR. Hann hafði kannski tjekkum á Lindu Jóns eða eitthvað sem var að raka titlum áður þegar ég var ungur. Bara, bæta við einu titl í safnið, það ekki? Já, ég segi það. Það var gott. Takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir það.